Úr síðasta þætti. Ingveldur umsjónarkennari rennur á bananahýði og flutt með sjúkrabíl á spítalann. Dularfull kona að nafni Súsanna býðst til að taka við kennslunni en hún virðist ekki öll þar sem hún séð. Gærdagurinn var pínu skrítinn. Fannstu það ekki? Pínu skrítinn? Kennarinn okkar rennur á bananahýði, fluttur með sjúkrabíl í bæinn, síðan birtist einhver klikkaur sem tekur yfir kennsluna og hagar sér eins og eitthvað nökkið. Ég myndi segja að hann væri aðeins meira en pínu skrítinn. Skrítinn dagur þegar Hans hefur unnið heimavinnuna sína. Þessi gærdagur var eitthvað next level dæmi, sko. Ég veit ekki, Hans að vinna heimavinnuna sína nokkuð undan fyrirbærin. Búðarlæti ykkur alltaf hreint. Ekkert uppeldi heima við. Þú mátt sko bóka það frekar sýstina. Heima hjá mér fyllt uppeldiskenningum sem er ekki grúpur. Sem er... Það var réttur spurning, Sigga. Fáðu sætið að loka hennurinn. Hvað er við svo að læra í dag? Hvað var ég að enda með þetta? Það kemur resturinn ykkar og byrja að lesa nýtt. Við vorum ennþá að tala hana hversu góð skóli þetta væri og allt byrjaði með í stjórnanda, ekki satt? Jú, vissulega. Ef vel er gáð, þá var hann nauðsynlegur undanfari góð skólastarfs. Hvað ætlið þið eftir að segja? Já, ættu til að kíkja eins með mér og skrifa undir ráðningarsamninginn, Súsanna mín. Ég viss að bættu sér gleymskan til að lesa í rólegheitunum með hann. Jú, ætli það ekki. Englarnir mínir, haldið bara áfram með lesturinn. Sjáumst eftir smá. Brynja stóð sem svo vel hana í list. Já, Súsanna mín, hvernig þau samkennararnir þínir? Sævertu Súsanna, Margrét heiti ég, kenni listgreinin hér við skólan. Sæl. Bryndís heiti ég, kenni starffræði náttúrufræðigreinar. Já, Sæl. Alltaf gaman að sjá nýja andlit hér við skólan. Nýtt og ferskt sjónarhorn alltaf velkomið. Segðu mér, Súsanna, hvort hallast þú meira hljóðaaðferð eða byrjendalæsi í lestrarnámi barna? Ljóðaaðferðin hefur ítalega vissa kosti, sko. Þú meinar hljóðaaðferðin? Já, hljóðaaðferðin. En fer hún ekki bara ágætlega saman við byrjendalæsistefnuna? Má bara vissulega halda því fram. Byrjendalæsi á nú meira samætt með málheitaraðferðinni ef þú spyrir mig, eða jafnvel LTG-aðferðinni. Ertu ekki kunnug þeim fræðum, Súsanna? Hvaða stefna var fyrir valin á þínum fyrri vinnustað? Súsanna, ertu klár? Fyrirgefi, ég vil ekki trufla 3 fagmanneskjur í að ræða kennslufræðilega álitrón. Nei, þú ert ekki að trufla. Þannig að ég þarf að tala við skólastjórann einnig með þess og ég er alveg sammála ykkar síðasta partinn best. Jæja, Súsanna, hvernig líst þér á skólann okkar? Frábær skóli, skal ég segja þér, Þórhildur. Sá besti sem ég starfa við. Og það er að segja ýmislegt, skal ég segja þér. Jæja, hér. Gott að heyra, gott að heyra. Við skulum skrifa undir trúnaðarsamninginn. Það gefur einnig fram stefna skólans að kennarar leggi sig fram að nemendur líði sem best og að hlúð sé að velferð þeirra í hvívetna. Trúðu mér, Þórhildur skólastjóri, velferð þeirra er mér mjög mikilvæg. Ákveður að glapa. Okkur langaði bara að vita hvað við ætlum að gera. Nú já, ættum við að renna yfir bekkjarreglunar. Þær standa hann á töflunni, fröken Súsanna. Ég hef mínar eigin reglur. Ég ætla að lesa upp reglunar mínar. Og ég ætlast til að þið grjóthaldi kjafti á meðan. Og þeir sem brjóta 3 reglur á dag þurfa að sitja eftir. Komprende? Regla nr. 1. Það er bannað að trufla mig. Regla nr. 2. Það er óþarfi að spyrja óþarfa spurninga. Regla nr. 3. Það er bannað að hlæja, gráta, prumpa, bara allt sem trufla mig. Hvað kjaftaði er þetta eiginlega? Regla nr. 15. Regla 74 í augun á mér. 113. Bannar að nefna mér. Samstæðu sokkum. Og regla nr. 365. Mikilvægsta regla af öllu. Það er stránglega bannað að opna þessa skúffu.
Af hverju? Regla 2. Einhver? Bannað að spyrja óþarfa spurninga. Rétt Sigga, en þarna brjóst þú 2 reglur. Regla 5. Bannað að breyta upp hönd. Og regla 78. Bannað að vera óþolandi knapur. Ó, alveg rétt. Fyrirgefðu. App. Regla 312. Bannað að beðast fyrirgefningar. Sigga, þú situr eftir. Hún Sigga hefur aldrei þurft að sitja eftir. Jæja, huskist þeim. Nema þú Sigga, þú situr eftir. Hvað furðu sýning þessi skóli eiginlega að verða maður? Bíðið bara þangað til ég segi mömmu og pappa frá þessu. Þessi Súsanna verður sko farin áður en þið vitið af. Æ, Sigga minni. Legðu mér að sýna hvað ég er með í skúffunni. Góðan daginn, eru allir mættir í dag? Já, eins þú heyrir á þessari dýrindisþögn, þá vantar Siggu. Hvar er Sigga? Hún er ekki vön að mæta ekki í skólan. Hún fekk einhverja skæða flönsugreið. Hún kemur ekki til skólanum fyrir jól. Nú já, hún vandi ekkert sem að ganga. Hún vandi verða ekki fleiri veikir. Jú, við skulum bara vona það. Hvað gerðist inn í kennslustofunni? Hvers vegna varð Sigga svona hrædd? Og hún raunverulega veik? Meir það í næsta þætti af nýju kennarinn.